Jæja, góði fundamenn, nú ætlum við að halda áfram eftir kaffihléð. Hvað segið þið á Húsavík? Eru þið búin að næra ykkur? Komum ykkur tekstuð? Það er ekki þér. En við höldum áfram með fundinn og kannski áður en að ég gef nú Davíð orðið, þá skulum við nú minnast þeirra sem að létust þarna á árinu. Það var Kristján Gunnarsson, Pétur Skarphéðinsson og Sigurður Þórarinsson. Það var mínútu þögn áður en að Davíð tekur til máls. Já, þegar ég var að undirbúa þennan fyrirlestur sem að ég kallaði nú hvað er að frétta, af því að ég fannst alltaf að vera að rekast á eitthvað svona hér og þar og líka alls konar umfjöllunar ég er náttúrulega með fleiri sjúkdóma, þetta er Parkinson og Parkinson er í hausnum á manni og MD sem ég nú líka með, hann er líka í hausnum. Þetta er ekki MN, ekki Magnús Niklaus, þetta er Magnús Davíð sem ég er með til viðbótar og það er alltaf svipuð meiði og Parkinson, taugalösin. En ég frétti af þessu þannig að þið heyrðu að því að við höfum rætt áður að bróðir minn og hann nei, hann sem vinnur við Maren, hann Haraldur, já. Við þrír höfum svolítið verið að pæla í eitthvað og það var einhver sem var búinn að þróa svona hanska sem átti að gera gott og það er búinn að vera svona pælingar í kringum það en þá rákumst við á þetta Beats band sem að ég fæ ekki betur síðan að fara svona sigurförum Parkinson heiminn. Þetta er bara, þið sjáu þetta. Þetta er svona eins og úr, en höfundurinn að þessu, hann viltu snúa Eiríkur á því? En hann vildi hafa þetta einfalt, engar stillingar, ekkert bara að setja þetta á sig og kveikja á því og virka þetta. En málið er að þetta víbrar í einhverjum ákveðnum takti og það hefur svona slakandi eða einhvers konar áhrif á Parkinson-sjúklinga að þeir skána svona þetta er svona 50% afsláttur af einkennum sem þetta úr gefur.
Og þetta bara hreint ótrúlegt að horfa á þessi myndbönd. Ég búinn að panta mér 2 svona stykki og það munaði litlu að ég næði þeim hingað fyrir þennan fundi. Ég var bara búinn að fá þeim bara strax eftir helgina. Ef þetta er að virka á einhvern af okkur hér, svipað og þetta er að virka á þetta fólk sem við erum hérna á skjánum, þá er þetta magnað. Og þetta er ekki lækning við sjúkdóminn, heldur er þetta sem sagt Afstillið. Já, eitthvað svona. Afruglaði. Já, þetta er bara Afruglar hana. En ég ætla að, sko, ef þetta gerir eitthvað almennilegt fyrir okkur, þá getum við bara lagst í það að panta meira á þessu. En þetta, já, ég byrja ykkur á því sýningur hérna bara, þessa konu hérna. The speech band has been unbelievable. Drinking water. No go. Speech band on. Kveikjurinn á því. So. Completely gone. Absolutely life-changing. Röddin, tók eftir eitthvað röddin svo sem sagt. Hægt að snúa myndavélinni svo við? Já, býttu sjáu þið ekki hérna. Bíðið aðeins. Og ég spyr þetta aftur fyrir einhver húsveikanda. Sjáðu þetta núna? Já. Ég ætla að taka þá hérna. Þið heyrðu það sem ég sagði í upphafið, er það ekki? Heyrðum við það ekki? Já. Jú, ég heyrði það. Ég ætla að spila hérna myndband með þessum Carl Beats, það er strákur sem fann þetta upp. Það er eitthvað að ske. Snabba á það. It's Carl Beach here, the inventor of Beach Band. One of the things I love about this device is the way it makes me feel in myself, calm, less anxious, feel grounded. I mean, it's just a beautiful thing, but more than that, thousands of people are finding, myself included, is that it's getting us moving more, and that can lead to an even better sense of well-being. This device is game-changing, it's beautiful. It's £49.50. Go to beachband.com and join thousands of others getting their lives back in so many ways. Þetta er höfundur eða sá sem fann þetta upp. Það getur ekki stakka skjáinn á myndinu, það er ekki. Það er bara ekki við þessi myndbönd.
spilaði aftur stelpuna, konuna sem fyrir þá á Húsvík. Já, þessi hérna, Með vasklasið. já, eða hérna þessi sem hérna ganga. Það er spyrir fyrir Húsvíkingan aftur hérna þessa. Já. Svo er rammið það sem getur stækkað. Já, þessi, bara vill ekki fara á staðinn. The speech band has been unbelievable. Drinking water. No go. Beach band on. So completely gone. Absolutely life changing. Þess vegna. Þetta var hérna í story sem. Þessi stelpa hérna. This is me walking normally. Now I'm going to put the beach run down. Look at that. That's amazing. The trick is to ignore the beach band. Yeah. Þetta er magnað. Þetta er úrsvalla sko. Þetta er úrsvalla. Við erum góða. Ertu fleiri vídeó? Er sama undir hvaða reikningur ykkur skrifað, ef Eiríkur skrifað á þeir. Já. Ég var bara að fara, ég var bara eitt hérna. Já, hefðu það. Látum þetta sko. Ef við hlusta þess að kalla hérna. Okay. Beachy here, and I'm with Gaza and Mark. I've just dropped off a couple of beach fans. How does it feel? I feel less stressed, calmer. My speech is good. Walking is improved. What I'm going to do is ask you boys to turn it off. My speech is a bit slower, I think, and everything's all right. Try and get the words out. So knock it back on, mate. Thanks for that. I'm really sorry. Það var að reyndast að draga hann hendis. Þetta sést ekki búin að vera á þessu hvað það var, en eru fleiri svona góða vídeó? Svo er náttúrulega á Facebookinu sko. Já, já. En þessi hvað hérna? Þetta er bara fyrir. Við horfum á þennan hjá miðinni á það. Já, hann var bara að auðvisa þetta. Það er bara þeir sem sáum fyrir það. Þessi skekki hérna. Þarna. Og hérna. So we've Alex Echo, the artist, and we put the beach band on. So this is Alex eating without the beach band on. I'm trying to control it. Just put the device on. So how's that feeling? A big improvement. Wow. And then turn it back on. This is what we're trying to show is this instant difference, instant impact. So that makes it.
13 svo. Þetta er spennandi. Já, og ég læti nú okkur fylgjast með þegar þetta kemur. Og þá var það þetta sýnir þeirra. Já. Takk. Já, við þakkum Davíð fyrir þetta er áhugavert og hann á von á 2 svona úrum. Og þetta er svona eins og úr og sem titrar og í einhverju takti, þannig að þetta er alveg meira áttur ef þetta virkar og prófum þetta bara sjálf. Og þá verður þetta að panta bara vonandi eitthvað af þessu. En önnur mál eru ennþá á dags og ég gleymdi einu undir kosningar. Þar þurfti náttúrulega að kjósa endurskoðendur og endurskoðendur á þessu ári eða í síðasta ár var það ég, Jón Ingi Guðmundsson og Eiríkur Jónsson. Og stjórnin hefur beðið okkur að vera áfram og við erum til í það. Erum við samþykkt í því? Það er samþykkt. Þannig að við höldum áfram með önnur mál. Hvað segja húsvíkingar? Eru þið með einhver önnur mál? Nei. Einhverja spurningar eða til fundarins? Nei, það var að byggja bara snúið. Jón Ingi. Já. Það var að það verður að byrja reikningana á síðunni. Já. Ekkert mál. Já, herðu, hann ætlar að birta reikningana á síðunni, já. Það verður gert og svo er hann að taka upp fundin hérna líka. Þannig hann setur kannski fundin bara á síðuna líka, það er bara, eða ekki? Hann er búinn að klippa það. Þannig að við höldum áfram með fundin, það er önnur mál. Er eitthvað sem við koma á að segja eitthvað? Önnur mál í gangi. Ég ætla kannski bara að kom ekki fram að við... Komdu hérna upp, Arnfríður, svo þú sjáist. Ég þakka bara kærlega fyrir þetta. En ég ætla nú ekki að koma upp í ræðupúst, en mér finnst við hittast einu svona græna hattinum, bláu könnunum. Og það var bara mjög gaman og ég held að það var mjög spennandi að halda því bara áfram. Það er 19. mars er hittingur. Það er 19. mars. Þetta er bláu könnunum klukkan 5. Og mér fannst bara svo gaman, þá áttum maður svo bara svona frjálslega spjall og í rólegheitunum. Svona þannig ég held að það sé ekkert annars og sem er því ég kom á framfæri. Bara þakka fyrir það svona. Já, við þökkum Arnfríður fyrir þessa ábendingu. Ég er með eitt hérna. Guðný, gjörðu svo vel. Já, ég heiti Guðný og ég ætla að minna á Kráakvöldin sem eru hérna í Bugðusíðu. Einu sinni mánuð var auglýst í dagskránni og við erum að reyna að mæta það eins og mögulega getum. Mjög gaman að dansa og syngja og hitta annað fólk. Takk fyrir. Já, Guðný mælir með Kráakvöldunum og ég get nú tekið undir það, ég hef nú mætt hérna og það er bara mjög gaman að dansa og spjalla og fá sér kannski einu öll. En ef það eru ekki fleiri önnur mál, jú, það er Þorsteinn eða ekki? Já, ég kalla Steini. Steini ætlar að fá að tala hérna, varst ekki kallaði Steini Ragga? Já, ég var nú kallað á það, það er Steini P. Steini P, já. Hann ætlar að koma hérna upp og segja nokkur orð. Já, komið þið sæl. Það er laga henni þessari húsvíkinn henni sjóðum. Það laga mig eitthvað til, já. Það er of seint. Það er of seint. Það er komið. Já, og það setja þetta á breiðband. Cinemaskóp. Þú
Komið sælansumir aftur, bæði hér á Akureyri og Húsavík, ég kallaði Steini P. Er Akureyringur í húð og hár. Það sagt að Parkinson sé ekki ættgengt. En ég var búinn að vita það að ég greindist í haust, seinni sumars. Og en pabbi var með Parkinson og 2 bræður mínir voru með Parkinson. Þannig að ég var búinn að greina mig áður en ég fór til Gunnars Friðrikssonar. Þetta hlýt að vera. Þá var ég hættur að geta gengið almennilega, dró vinstri fótinn og gat alltaf klætt mig. Og svo var ég náttúrulega orðinn hundfúllið í hvernig ég var. En eftir að ég fór til Gunnars og hann setti mig á matapar, skilti það að þá var líf mitt allt annað. Og í dag ætti ég ekki að kvarta. Ég er áttræður og get hreyft mig og hreyfingin gerir mér mjög gott. Við Palli til dæmis erum 3 í viku á Bjargi í svona, það er svona jafnvægisæfingar mikið og ég sé að það eru nú nokkrir þar sem að ábyggilega hefði átt að vera hérna á fundi. Og svo er ég sundleikfimi og mér finnst sundleikfimin, hún er mjög verkjastillandi. Ef ég stunda hana mjög vel, þá er hún verkjastillandi. Og mér finnst það svo lítið pínlegt sko. Ég er eftir hádegi, 3 í viku og ég er eini kallinn með 15 konum. Að vísu, ég er ósköp ánægður með það, eins og hver annar hani að vera með svona mörgum konum. En ég er að spekulera í því hvort að kallar séu svolítið spjörhættir að vilji koma. En spurði mig afi áðan hún Arnheiður, Arnfríður, hvort að ég hefði sveiflast eitthvað til svona í geðinu og ég gerði það. Ég fór í Hveragerði, var heilan mánuð í Hveragerði í janúar og þar hitti ég konu, við borðuðum alltaf saman, vorum við sama borð og við bjöldum mikið saman. Hún var ekki með Parkinson, en maðurinn hennar hafði verið með þetta í nokkur ár og hún var að ná sér eftir mjög erfitt ár. Nú var hann kominn inn á stofnun en hann hafði sett þau á hausinn, þau urðu gjaldþrota. Hún hafði ekki áttað sig á því hans sveiflum í því hvernig hann eyddi öllu og ég verð nú bara að segja það að ég sveiflaðist mjög til, sko átti þetta eftir að henda mig. Þegar ég kom heim þá bara talaði ég við konuna og var náttúrulega svo uppi að ég sagði þarna, nú hætti ég með alla mína bankareikninga og sett allt inn á þig. Svoleiðis að það sé engin hætt á því að ég get bara verið með eitthvað smávegis inn á kortinu hjá mér og sagði. En við áttum svo mjög góðan fund með Gunnari Friðriksssyni og hann svona taldi í mig kjarkinn að ég þyrfti nú kannski ekki alveg að fara svona, en sko, það sem ég var svo ósáttur líka við að hún hafði þurft að upplifa þetta án þess að vita nokkuð að þetta gæti gerst hjá Parkinson sjúklingi. Hún hafði ekki hugmynd það að svona gæti farið og var svolítið ósátt við það. Nú er það vitað að við getum fengið allavega hvað heitir það? Ranghugmyndir eða dottir og ég er nú svo þannig, ég geti nú alveg fengið einhver vits í höfuði sko. Þetta er svo fljótvægt stundum. Þannig að það var kannski það sem ég fannst vanta pínu að hún hefði fengið þarna. Hún hefur kannski ekki verið nægilega duglega leit eftir því hún býr nú svona eins og maður segir út á landi og þjónustan er náttúrulega mest á höfuðborgarsvæðinu. Og svo er það bara að leggja áherslu á þessa hreyfingu sem að virðist bjarga okkur, getur orðið á mikil eins og þú sagði mér frá áðan. Þú heitir? Jóhann. Að hann gekk sér til óbóta en það er nýbúið að sýna hér
myndband af félaga sem að hjólar nokkur 1000 kílómetra og alveg ofvirkur í að hjóla. Ég hef stundum hugsað með sjálfa mig, gæti þið að ég gengi fram að mér í hreyfingu sko, af því að maður veit ekki hvað mörkin eru, hvað maður að gera mikið. En ég bara fagna því að koma á svona fund og hitta ykkur og geta rætt málin til þess að fá reynslu annarra líka. Hún er oft dýrmætast, þetta er eins og AA-samtökin sko, það er að vita að maður er ekki einn og hvernig er reynsla annarra og fá að hlusta á það og ræða við aðra sem að geta þá miðlað af þekkingu sinni og reynslu til manns. Ég, til dæmis þegar ég kom fyrst hérna í félagi, að þá vissi ég ekki hvað Parkinson var rosalega fjölbreytt. Ég held að þetta væri bara svona skjálfti og taugarnar, en þegar ég fór að tala með marga, þá er þetta bara mjög víðförul sjúkdómur. Og mjög mismunandi milli einstaklinga. Nú ég fagna þessu með þessi úrreið og það sem er að ég náttúrulega sem gömul lögga sem spurningamerki við þetta. Þið munið nú kannski eftir heilsuarmbandinu sem komi hérna og bara ef þú gekkst með svona heilsuarmband þá áttu að verða frískur til æviloka sko. Það er hægt að selja þau. En ég vona að þetta sé eitthvað sem að nýtist okkur og verður spennandi að vita hvort að þetta virkar. Þannig að allt svona maður fagnar öllu sem að þetta er bóta fyrir okkur. Og maður veit aldrei nema að prófa. Já, maður veit ekki nema að prófa og það verður spennandi að fá fréttir frá því hvernig þetta verður. Ég held að við allir hérna erum mjög skeptísk á þetta. Já. Er þau dýr þessi? Nei, þetta er ekkert svo. Nei. 4 skall? Nei. Já, búið í Bretlandi. Já. Þannig að það verður spennandi. Þú sagði ekki, mætti bara tala nokkur át og þau eru búin. Hvað er fyrir? Er einhver að reyna hérna að banka á hérna? Er einhver að banka? Þú myndir vera það er reddkann. Nei, er ekki blái sem er að reyna að komast inn? Ingi. Já. Ingi Benna. Halló. Hæ. Það er ekki með að reyna að brjótast inn. Jæja, blessaður Ingi. Þú ert komin í samband. Þú mistir Er það búið? Já, þetta er önnur mál að þú mistir að góðum kreftum hérna. Já, það var vita fyrir. En við erum undir öðrum málum núna og ef þú vilt segja eitthvað þá bara það er velkomið, annars fer ég að slíta fundi eða biðja formann að slíta fundi ef það er ekki... Ég byrði bara að heilsa öllum, ég var bara að keyra. Já. Er ekki... Bara að stoppa. Já. Er ekki allt og fast til að vera að keyra núna? Nei, ekki hérna í bænum, það gengur á mig éljum. Já. Skýta við. Já. Þannig að... Jæja, ég er hérna að formanninn að koma hérna upp og slíta fundi. Ég hef eina spurningu hérna. Það er ein spurning hérna frá Steinar. Að því að þessi vinkona mín sem ég kynntist. Já. Þau fór til læknisins. Og þegar hann var bara inn og var búinn að fá sér sæti, þá segi læknirinn, láttu mig hafa bíllykla. Já, ok, það er keisla að keyra. Og hann var náttúrulega brjálað og rauk út og í bílinn og keyrði burtu. Og ég sagði, get ég aftur búinn að þessu? Maður sko, spurningarnar detta inn hjá manni sko. Að því að Já. Það er örugglega misjafnt. Já. Hvað er? Hvað séu? Nei, ég ætla bara, kannski segja bara svo að ég var eins og tekinn. Já, komdu það. Og segðu frá því. Nei, ég er með miklar átæfingar stundum og ég vil bara segja hérna að þetta er gott að koma inn á þetta.
að ég fór einu sinni alveg óhægt til að keyra, fór til Húsavík, kom í miklu svona ósæðingarkasti og keyrði svo inn eftir aftur og ég var tekin á löggunni. Ég var svo þakklátt fyrir það að þegar maður bara sagt, þeir bara við fengum ábendingu konu sem var trúlega drukkin eða eitthvað og þeir komu bara eftir mér og ég var ekkert fær að keyra. Þannig ég held að vera að hugsa og meta svolítið sjálf hvort það getur komið með aðstæður sem maður bara ekki fær að keyra. Og ég bara svo þakklátt fyrir það að maður þá einhvern sem vit fyrir manni og stoppa hann. Ég gerði nú lítið og sagði þetta verður ekkert mál, ég væri bara 70 og verði að björga Halldórs og fullt af nammi. En þeir fylgdu mér svona aðeins eftir, en ég eins og ég segi, mér finnst þetta fyrst að ég ekki að þeir voru ekki að bögga mig. Mér finnst þetta bara hluti af því sem við þurfum að hugsa út í og vera tilbúin að viðurkenna kannski vanmátt okkar við að keyra bíl. Að því að stundum eigum við misjafnan dag, hvort sem það er Parkinson eða aðrir. Ég byrði ættingin að fylgja þessu með mig. Já, ég þakka fyrir bara og ég bið þá Svanborgu að koma upp og slíta fundi. Heyrðu, ég bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og ykkur á Húsavík og bara eigið góðan dag. Hvað voru margir á Húsavík? Hvað voru margir á Húsavík? Hvað sagðirðu? Já. Einn í Kópavogi. Já. Sé þig ekki minn. Eru 20? 20? Þið sláðu okkur við. En sjáum við hvað eru margir sem hafa verið á streifinu. Þú sér að það eru 3. Já. Eiríkur farið? Já, Þórunn Eirík. En ég bara þakka fyrir daginn í dag og eigið góðan dag. Takk sömuleiðis. Takk, takk. En það er alveg í heildina að sé bara nokkuð góð mann.